Stjórn Stoða skoðar nú tilboð frá Kaldbaki, fjárfestingarfélag Samherjabræðra, kaup á tryggingamiðstöðinni fyrir 42 milljarða króna. Vafi talinn leika á að verðmætið sé svo mikið. Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings, undirbýr tilboð í Kaupþing í Luxemborg ásamt Magnúsi Guðmundsssyni, fyrrverandi forstjóra Kaupþings í Luxemborg. Þetta var fullyrt í fréttum Stöðvar 2. Þar sagði að þeir færu fyrir hópi erlendra fjárfesta, meðal annars hinum þýska Landesbank. Sigurður Einarsson sagðist ekki geta staðfest þetta í samtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins. Stjórn Stoða samþykkti í gær að skoða tilboð frá Kaldbaki, fjárfestingarfélagi Samherjafrænda, kaup á tryggingamiðstöðinni fyrir 42 milljarða króna. Heimildarmenn fréttastofu telja það ofmat. Það var í gær sem stjórn Stoða samþykkt að skoða tilboð Kaldbaks ásamt öðru sem barst frá Guðbjörgu Matthíasdóttur, fyrrverandi eiganda tryggingamiðstöðarinnar og fleirum, upp á 30 milljarða króna. Því tilboði verður tekið sem hærra. Landsbanki lánaði Stoðum á sínum tíma 42 milljarða króna til kaupan á tryggingamiðstöðinni. Styrkur Invest stærsti hluthafi Stoða. Í því félagi eru Gaumur og Kaldbakur, fjárfestingafélag Samherja, stærstu eigendur. Þorsteinn Már Baldvinsson eigandi Samherja. Júlíus Þorfinnsson, talsmaður Stoða, staðfesti í samtali við fréttastofu að 2 tilboð hafi borist í tryggingamiðstöðina og þau séu nú til skoðunar. En margir hafi sýnt eignum félagsins áhuga síðan Stoðir fór í greiðslustöðvun í lok september. Allir lánadrottnar hafi samþykkt greiðslustöðvunina. Verkefni stjórnar félagsins sé að leita leiða til að hámarka verðmæti félagsins. Það liggi fyrir að engar eignir verði seldar nema verðið teljist viðunandi og það þjóni hagsmunum lánadrottnar félagsins. Heimildamenn fréttastofu eru sammála að þótt að tryggingamiðstöðin sé stöndugt fyrirtæki og í góðum rekstri og einn verðmætasti hlutinn í eignasafni Stoða sé hún ekki 42 milljarða króna virði. Afar vondur tími sé til að selja eignir. Hætt sé við því að afskrifa þurfi drjúgan hluta lánsins. Það því spurning hvort Landsbankinn samþykki söluna eða taki yfir reksturinn á tryggingamiðstöðinni og bíði með söluna þar til betur árar. Sigurður Einarsson, fyrrum stjórnarformaður Kaupþings, hyggst bjóða í og freista þess að kaupa dótturfyrirtæki bankans í Luxemborg. Fyrrum stjórnarformaður Kaupþings meðal þeirra sem undirbúa nú tilboð í Kaupþing í Luxemborg. Skilanefnd bankans hefur borist fjölda tilboða í dótturfélagið. Engin rannsókn hefur farið fram á starfsemi Kaupþingsbanka í Luxemborg. Guðný Helga Herbertsdóttir segir frá. Heimildir fréttastofu herma að tilboð frá Sigurði Einarssyni, fyrrverandi stjórnarformanni Kaupþings, og Magnúsi Guðmundsssyni, fyrrverandi forstjóra Kaupþings í Luxemborg, á að kaupa bankans í burðarliðnum. Munu þeir fara fyrir hópi erlendra fjárfesta, meðal annars hinum þýska Landesbank. Nú þegar hefur skilanefnd Kaupþings borist fjölda tilboða í bankan í Luxemborg, aðallega frá erlendum fjárfestum. Kaupþing í Luxemborg dótturfélag móðurbankans hér á landi en lýtur lögum og reglum þar í landi. Mikil og sterk hefði fyrir bankaleynd í Luxemborg og hefur borgin verið nefnd sem hið fullkomna skjól fyrir fjármagnsflótta. Við fall bankana var bankinn settur í greiðslustöðvun og í dag á forræði fjármálaeftirlitsins þar í landi. Heimildir fréttastofu herma að mikilvægar upplýsingar fjármagnsflótta frá Íslandi séu að finna í íslensku bönkunum í Luxemborg. Engin rannsókn hefur þó farið fram varðandi starfsemina þar en skilanefndin hefur eingöngu skoðað starfsemi móðurbankans hér á landi. Hinn sterka bankaleynd í Luxemborg kemur einnig í veg fyrir að skilanefndin hafi greiðan aðgang að upplýsingum bankans. Fjöldi tilboða hafa borist í eignir bankana en samkvæmt heimildum fréttastofu viðskiptaráðuneytið nú að mynda hóp til að hafa yfirumsjón með slíkum tilboðum. Þá hefur erlent fyrirtæki verið ráðið til að verðmeta nýju og gömlu bankana.